Við eigum öll einhvern ömurlegan frænda sem algjör rasisti. Lausnin ekki lokum landamærunum. Lögreglan búin að segja við okkur að helsta ógnin að þeirra mati einhverjir öfgahægri menn á Íslandi. Hvort það? Hælisleitendur sem fá hæli, atvinnuþátttaka þeirra hærri heldur en heimamanna. Ég meina, hvað á Sigmundur Davíð að selja okkur? Þú veist, hvaða hugmyndafræði hefur hann eftir að hafa verið staðinn að því að svindla undan skatti með vindrisfyrirtæki sitt, skilurðu? Hvað getur hann selt okkur hugmyndafræðilega? Akkúrat ekki neitt. Og svo ertu með Snorra Másson gasprandi einhverja vitleysu með enga tölfræði á baku sig og allir vera brjálæðir. Ég búin að vera núna 18 ár hjá Sameinuðu þjóðunum og núna ráðgjafi reyndar hjá nokkrum undirstofnunum, ég svo gömul sko, að ég núna ráðgjafi hjá nokkrum undirstofnunum Sameinuðu þjóðanna sem svona sérfræðingur í þróunarmálum og öryggismálum sem tengjast á réttaríkinu en líka út frá til dæmis hryðjuverk og til dæmis út frá bara svona átökum aðalega á stríðsátakasvæðum. Þar vinn ég mest. Ég mest búin að vera í Sómalíu síðustu ár. Núna nýlega var ég að koma frá Líbíu. En annars, þú veist, Afganistan, Írak, Súdan, Suður-Súdan, Haítí, víða komið við. Mér finnst oft stundum umræðan í kringum hann að vera á villigötum. Og ég hef líka krítiserað svolítið að þú veist, það yfirleitt stefnan alltaf sett fram sem svona fait accompli í staðinn fyrir að sé eitthvað svona borgarasamfélagi komi að þessum stefnumótunum. Og þó þetta sé kannski örlítið að skána síðustu misseri, örlítið, að þá samt líka öryggisstefnan okkar finnst mér fyrirgefðu, ekki öryggisstefnan, mér finnst útlending, hvernig við erum í okkar svona utanríkispólitík, hún mjög herlæg og mér finnst að það sé ekki alveg fjalla nógu mikið aðra þætti í kringum öryggismálin okkar sem að snúa bara af samfélagslegu hliðinni. Rót vandans ekki, þú veist, það vil tala kannski verknaðinn eða hætturnar, það aldrei talað af hverju eru þessar hættur og hvernig eigum við að ráðast að rótunum eða ráðast að rót vandans og taka á því þannig. Og það eitthvað sem mér finnst rosalega vanta á Íslandi. Það hefur líka verið eitt, að útlendingar sé einhvern veginn mögulega þessi hætta af útlendingum. Þetta svo yfirborðskennd umræða vegna sem þú þarft að hugsa, þú þarft að tala hvað ertu að meina með útlendingum. Oft til dæmis mjög oft þannig varðandi hryðjuverk út frá svona, við tölum til dæmis múslima eða þú veist hryðjuverk frá þeim svona þætti ekki sem sagt hægra öfgað heldur svona bara tengt einhverju öfgahyggju múslima, þá vantar alveg að fjalla þetta yfirleitt ekki þeir sem eru nýkomnir. Þetta yfirleitt ekki flóttafólki sem nýkomið. Rannsóknirnar sýna að þetta yfirleitt eitthvað sem gerist innan samfélagsins, þar sem að verður þessi róttækni eða þú veist, þar sem að menn verða róttækir í þessari nálgun sinni á hlutina. Þannig að til dæmis í Frakklandi þá sástu á einhverjum tímapunkti að það var hópur ungs fólks sem var ekkert nýkomið sem að fór og var með einhver hryðjuverk og einhverjar sprengingar og einhverjar árásir. En þú veist, þetta snerist miklu meira útskúfun, þetta snerist efnahagslega þáttinn og þetta snerist jaðarsetningu. Þannig að þú veist, þegar við erum að tala til dæmis hvort sem það einhverju svona múslimsk, eitthvað sem tengist íslam eða eitthvað sem tengist hægri öfgahyggju, þá þetta snýst þetta yfirleitt eitthvað svona að fólk finnur sig vera jaðarsett eða það finnur, og þetta þurfum við virkilega að skoða miklu meira heldur en bara að tala í rauninni verknaði sem gæti orðið. Og ég vil meina að til dæmis ef þú horfir á efnahagslega þáttinn, hann mjög mikilvægur því að samfélög þar sem að þú sér meiri mun á milli ríkra og fátækra, þá ertu miklu líklegri til að sjá einhvers konar ofbeldi mögulega í samfélaginu.
Það bara staðreynd. Þannig við þurfum að fara að tengja þetta við þessa þætti sem eru efnahagslega þættir. Það bara mjög merkilega rannsóknir til dæmis frá bara í Heldaðir í Danmörku sem sýndi fram á það að því það margir sem vilja meina það að útlendingar þeir eru miklu meiri líklegri til að brjóta af sér og þá svona segir maður, ok, það ekki þátturinn svo að skoða. Vegna þess að ef þú ferð og býrð í Jórdaníu, þá eru Jórdanir ekkert upp til hópa eða þú ferð og býrð í Keníu, þú veist, þetta er svo bila, sko, þetta sé ástæðan sé að því þeir séu útlendingar. Þú þarft að skoða við hvað aðstæður þetta fólk býr, til dæmis, þá er fólk sem lifir í fátækt og jaðarsetningu, þá líklegra að það sé einhver svona eins og að kalla social upheaval og það sem er mjög merkilegt í statistík sem fólk að bera fyrir sig, að það bara þannig að það miklu líklegra að útlendingur verði sem sagt að þetta ég man ekki alveg nákvæmlega tölurnar en það tvisvar svona líklegra að einhver af erlendu bergi brotin verði kærður heldur en einhver sem til dæmis, ég held þetta að vera í Danmörku. Það sem þú veist bara lokal Dani. Þannig að þegar við erum að skoða þetta, þá þarf alltaf núansa. Þú veist, það ekki bara hægt að slá fram, útlendingar eru slæmir, þeir eru líklegri til að brjóta af sér. Og þegar að kemur að flóttamönnum, þá eru þeir síður líklegri til þess að brjóta af sér og atvinnuþátttaka, ekki þá ég tala innflytjendur almennt, heldur hælisleitendur sem fá hæli, atvinnuþátttaka þeirra hærri heldur en heimamanna. Þú veist, við þurfum að skoða þetta miklu meira út frá núan sem heldur alltaf að það er svo auðvelt líka að manipulera, þú veist, statistíkina, sko. Lausnin er ekki lokum landamærunum að því við höfum bara ekki það option, skilur við, menna við erum bara og við skulum alveg átta okkur á því að ef við ætlum virkilega að fara að tala hættur, þá til dæmis finnst mér, ég algjörlega, ég myndi vera sammála lögreglunni því að það sé mögulega aukin hætta út af bara internetinu, út af algoritmanum, út af skautinni, þá vissulega hætta á einhverjum svona Lone Rangers eða einhverjum svona öfga Breivik-stæl, þú veist, gæjum, hvað sem þeir eru hægra eða hvað sem þeir eru í trúarbragðum eða hvað. Þó að lögreglunni hafi sérstaklega tekið fram að hún telji meiri líkur á hægri öfga. Ef við ætlum að búa til heilbrigt samfélag, þá það bara þannig að takandi á móti öllum þessu fólki burt sér frá því hvort það eru flóttamenn sem bara smá örlítill, þú veist, tiny. En öllu þessu fólki sem komið til Íslands til að vinna og vera síðan ekki með innviðina til staðar og sjá síðan áframhaldandi samþjöppunarsauðs og sjá hvernig, nota bene, þetta er punktur hér, þar sem erlendir, fólk frá erlendis frá fer oft í láglaunastörf, oft brotið á, oft ekki borgað mjög mikill peningur, þarandi leiðandi að reiða sig jafnvel á samfélagsþjónustu til þess að ná endum saman, að því þetta fólk ekki fá nóg ekki borga, vegna það er svo dýrt að búa á Íslandi, að þú veist, við erum að búa til mjög slæm samfélagsvandamál sem gæti verið að það komin fátækt í ákveðnum hópum. Og þegar þú komin með fátækt í ákveðnum hópum, þá radikalisering miklu auðveldari. Hvernig radikalisera ungt fólk til dæmis. Og það fyrsta sem að þú leitar af jaðarsetning. Það er svona að fólki finnst að sé eitthvað broti á sér, að sé eitthvað óréttlæti, hvað sem það er efnahagslegt og það er þessi líka getur verið efnahagslegu þáttur að fólki, þú veist, vanti pening. En á Vesturlöndum það yfirleitt jaðarsetning og þessi fílingur að þú sért ekki metin að verðmætum og þú sért bara eitthvað skömm í samfélaginu og þú veist, og þú mætir bara alltaf einhverjum staðslausum rasism og eitthvað svona. Við þurfum Íslendingar að tækla þetta og ég tek rosalega eftir því í bara íslenskum fjölmiðlum. Það bara, maður sér yfirleitt ekkert með við það ef það 18-20% af landsmönnum eru erlendis frá. Maður sér þetta ekki representað til dæmis í okkar ríkisjónvarpi. Það kannski einhver 1-2 með eitthvað svona erlendi baki brotnir sem eru kannski, þú veist, svartir eða eitthvað 1-2 skiluru. Mér finnst það ekki vera að búa til samfélag, þegar ég kem til Íslands, ég get alveg sagt þér það, nú þekki ég reyndar fólk af erlendu bekki brotnu út af minni vinnu, en mér finnst bara að lifa í einhverjum 2 samfélagum þar sem þessi hópar bara mætast ekki. Þú ert í rauninni að segja að þessi inngilding sem að var talið vera svona eitt af vókinu og alveg hræðilegt og eitthvað sem að ákveðin stjórnmálaöfl vilja snúa í burtu frá, að þessi inngilding hafi kannski bara aldrei átt sér stað? Ég hef ekki séð hana í
svona operational. Meina við eina sem ég hef tekið eftir reyndar í umræðinni, ég reyni að fylgjast með, það að fólk í skólakerfin, menntakerfin okkar, kennarar og aðrir eru sérstaklega þess með, þú veist, bekki bara sem eru, þú veist, fullir af erlendu, bara fólki fyrir börnum, hvort sem í Breiðholtinu eða þessum stöðum, þetta ótrúlegt verk sem þetta fólk að vinna og líka í félags, þetta líst mér vel á. Mér finnst líka eins og til dæmis með lögreglan eigi að vera miklu meira samfélagsmiðari, þú veist, að hún á að vera að operata inn í hverfunum, þú veist, það sem við köllum community oriented policing, þannig kemur í veg fyrir glæpi, þannig veistu af þeim áður en þeir gerast, þannig hefur auga með, þú veist, þeim sem eru líklegri til þess að vera til vandræða og það er bara staðreynd, við náttúrulega setjum ekki nóg mikið pening í þessa málaflokka heldur til þess að halda bara betur utan börnin okkar, þú veist, ef við erum alltaf með þessi 10.000 börn í fátækt og þessi, þú veist, stækkandi hópur kannski af fólki sem fast í fátæktargildru og svo kemur inn með þetta er kannski eitthvað erlendis frá, þú veist, finnur sig jaðarsett, finnur fyrir rasisma, þetta veitir ekki gott og healthy samfélagsskiluru. Ég er ekki að segja að það fólk sé endilega líklega til þess að leiðast út í einhver hryðjuverk. Ég er bara að segja að ofbeldi er mælanlegt meira þessi út með þessi samfélagsvandamál sem staða yfirleitt af efnahagslegum ástæðum fyrst og fremst. Já, þessi tilfinning sem þú ert að lýsa útskúfun að það sé einhvern veginn brotið á þér, að það sé gengið yfir því að þú sért ekki metin að verðleikum. Þetta er náttúrulega tilfinning sem að í rauninni ákveðin forréttindahópur hefur verið að lýsa yfir í nokkur ár. Hvítir kallar, bara gaur eins og ég, eru í hópum að upplifa sig, kúaða, jaðarsetta, það með ekki segja lengur. Hvernig nálgastu það? Þetta kemur aftur af þessu að oftast þeir sem eru hávarastir í fordómum sínum er fólk sem er ekki innan fólki sem það er að tala þú veist. Ég meina, ég á frænda sem er yndislegur, ég fann það svona í orðræðinu hjá honum fyrir einhverjum 3 árum síðan, lítill frændi minn, 30, lítill. Hann var svona farin að vera svolítið svona með svona línur frá flokki fólksins pínulítið og svona talandi útlendinga sem vandamál, þú veist. Mér var nú ekkert alveg fyrir að lítast á blíkuna en lukkulega þá fór hann bara að vinna í vinnunast, þá voru bara allt í einu komnir nokkrir palestínumenn og hann fyrir allt í einu að upplifa, þú veist, þetta minnir mér svona á American History X, ég veit ekki hvort þú séð með honum Edward Norton þar sem hann þú veist, í KKK og svo fer hann inn í fangelsi og fer að, þú veist, þar með einhverjum svartum gæja og þeir verða vinir, en þú veist, þetta var alveg svona allt í einu hann að vinnustað, þar sem hann með þessum frábæru strákum frá Palestínu sem að vinna hörðum höndum, en þú veist, eru jafnframt að segja frá því hvernig verið að myrða fólki þeirra á Gaza. Þannig að þú veist, á bara mjög stuttum tíma verður frændi minn svakalega bara sympatískur og hans allt útlit bara breytist á einni nóttu. Þannig að þú veist, þetta er málið að þegar við erum ekki að blanda hópum saman, við erum ekki að normalisera heldur fólkið, útlendingana, eins og ég segi, af hverju erum við ekki með einhver smá meiri variasjónir hérna í fréttaþulum eða, þú veist, af hverju erum við ekki að reyna að normalisera pínlítið meira og opna dyrnar á að líka bara vera bara kerfisbundi með, þú veist, ég veit þetta hljómar ömurlega en bara einhver svona prógram, það er svona bara vísvitandi að leiða fólk saman. Það er líka rosalega prekarius og ég skil það að það má ekki þessi vókumræði er náttúrulega alveg fáránleg sko, hún er svo fyndin vegna þess að þetta er eitthvað svona þetta er orð sem átti rosalega basinn á þessu orði að vera vók er náttúrulega algjörlega bara be aware, be awake yfir einhverju discrimination. Það er ekkert að því og síðan getur við alveg verið sammála það að þetta hefur verið tekið og afskræmt en ég bara nenni ekki eins og að tala þetta. Ég bara hættum að tala orðið og tölum bara hvað það er sem við erum að, þú veist, raunverulega að tala og ég held að það hafi ekkert upp á sig. Við eigum öll einhvern ömurlegan frænda sem er algjör rasisti, sem býr mögulega út í sveit eða allavega hefur aldrei hitt transkonu, hefur aldrei virkilega hitt ykkur útlendinga. Hann finnur ekki einu svona í rauninni fyrir þessu, heldur þetta bara eitthvað svona YouTube-vídeós sem eru alveg bara, þú veist, hann er bara farin að missa sig yfir einhverju sem kemur honum ekki við. Þú veist, þetta er eins og að missa sig yfir því að einhver katt sem var að kvarta yfir því að
barnaföt væri orðin þú veist, non-gender Já. ég í Breitlandi sko, Já. hann brjálæður yfir þessu, hann átti ekki einu sinni börn, Nei. þú veist, þannig að maður svona ok, en já, við þurfum ekkert að vera að tróða þessu niður. Ég held við þurfum bara við þurfum að vera samt duglegri að tala meira tölfræði, að tala meira fakta. Við þurfum að reka þetta ofan í stjórnmálamenn sem eru með vitleysu og ég vil bara taka fram að Sigmundur Davíð og þessi gæjar, þú veist, þeir eru mjög gjarnir á það að henda fram einhverju á þess að sé eitthvað raunverulegt stats á bak, þú veist, tölfræði á bak við það. Já. En fólk er rosalega hrifið að þessu þú veist, þetta er bara radikalisering á þessum endanum, sko. Já. Mér finnst að vera áhugavert hversu margir af þeim sem að eru svona í frontunum á þessari, það sem að ég myndi bara segja fordómafullu, rasísku, hatursfullu orðræðu, hvað margir af þeim, og sem eru þá að tala gegn útlendingum og flóttafólki, hvað margir af þeim eiga sko útlenskar konur. Hefurðu skýringu á þessu? Við skulum bara nefna það Farage hérna í Breitlandi, konan þessi þýsk sko, þannig að þú veist, þetta er svo típist, já, ég Nei, ég meina Donald Trump, þú veist. En er þetta ekki bara atkvæðavegar og er þetta ekki bara tækifærismennska? Ég meina, er þetta ekki bara að menn hafa fundið eitthvað sniðugt húk, skilurðu? Þeir hafa kannski ekki fengið neitt svona, ég meina, hvað á Sigmundur Davíð að selja okkur? Þú veist, hvaða hugmyndafræði hefur hann eftir að hafa verið staðinn að því að svindla undan skatti með vindris fyrirtæki sitt, skilurðu? Hvað getur hann selt okkur hugmyndafræðilega? Akkúrat ekki neitt. Þannig að þú veist, þegar botnir með náð, þú veist, og þú hefur ekkert að bjóða, þá finnur þú bara eitthvað svona, ok, þú veist að 10% af landanum er mögulega þarna, þá ertu komið 10% inn á þing og þú heldur þig bara í jobbinu inn á þingi. Þetta er mjög praktískt. Þú veist, sumir af þeim eru, ég veit ekki, þetta er einhver mixtúra af svona náttúrulega fólki sem er bara pjúra rasista, sko, það er líka alveg þar, sko. En mér finnst þetta svona Sigmundur Davíð sem kom úr MR og var bara svona normal típa, skilurðu, mér finnst hann bara hafa leiðst út í þetta. Mér finnst hann bara vera einhvern veginn að þú veist, hann bara, hvernig get ég haldið áfram að vera þarna, bögga alla og vera inn á þingi. Þú veist, maður sem mætir ekki vinna, hvað er hann að gera þarna? Hvað er hann að gera þarna? Þetta er stórfurðulegt, en ég held að sé bara, þetta er atkvæðavegar. Þú veist, þetta er bara eitthvað svona, ég meina, ef hann fer ekki þarna, hvað ætlar hann að ná í? Ekki nær hann í feministana, þú veist. Ekki vera, þú veist, hann tristur honum enginn fyrir efnahagsmálum. Þannig að, þú veist, þetta er bara praktík. Þetta er bara svona trumpismi, sko. Ég ætla að lesa fyrir þig eitthvað svona dæmigerða orðræðu sem ég hef heyrt. Og það er sagt, eitthvað sem er sagt, og svo kannski fá þig til þess að segja mér. Bregðast við. Já, bregðast við en þú fær bara 30 sekundur. Ok, það er sagt að útlendingar munu taka yfir okkar menningu. Það gerist náttúrulega eftir 1000 ár. Ég meina, heldur við í alvörinu að Ísland verði bara alveg eins eftir 1000 ár? Nei, mörg af þessum löndum sem eru til í dag verði ekki til eftir nokkur 100 ár. Slökum á, bara verum góð við nágrann okkar og hættum að hafa ágjörð þessu en höldum vel í kúltúrin okkar og ræktum okkar íslensku ef okkur ræktum hana. Kerfin okkar ráð ekki við alla þessa flóttamenn. Ég er alveg sammála því, en það er ástæða fyrir því að fyrirhyggjuleysi stjórnvalda. Af hverju förum við ekki að taka einhverju meiri skatta af þessum kvótakóngum og setja í kerfin okkar? Þetta snýst ekkert flóttafólk, þetta snýst það annarkvort viltu vera með einhver túrism á Íslandi og þá þarfst að dæla inn vinnuafli, en þá þarfst líka að borga fyrir innviðina. You can't have both. Flóttamenn og útlendingar og hælisleitendur ógna friðsæla landin okkar. Já, og það má líka kannski þá segja að lögreglan er búin að segja við okkur að helsta ógnin að þeirra mati er einhverjir öfgahægri menn á Íslandi. Hvort er það? Ef ég hugsa bara til ömmu minnar, Guð blessa hana, skilurðu, en þú veist, ég meina, það var bara ákveðin hræðsla við eitthvað sem þú þekkir ekki. Já. Og þetta er vandamálið vegna þess að fólk er í eðlisinu gott og það er bara í hverju einasta samfélagi þá bara nákvæmlega sama prósentan af narsisistum og glæpamönnum, þú veist, ég meina þannig að, en þú veist, við þurfum einhvern veginn að komast yfir þetta us and them, við þurfum að viðurkenna, við erum orðin fjölmenningarsamfélag og nú þurfum við að vinna því að rækta fjölmenningarsamfélagi, þannig við fáum það besta úr öllum. Þetta getur við talað sem kannski svona eins og í London er í dag, þú veist, svakalegt fjölmenningarsamfélag sem er að blómstra
og ég meina New York á ákveðnu leyti, við verðum aðeins að fara að snúa þessari umurlegu umræðu því að útlendingar, það má líka segja akkur ekki verið að fylgjast greiningast það sem lögreglunar þú veist, getur ekki verið að fylgjast aðeins með, ég hef nefnilega líka mjög mikla skoðun á varðandi flóttamenn og síðan þessar plönum að vera með eitthvað sendir þannig sem hún setur á lokaða inni á meðan er að bíða eftir brottflutningi þetta eru líka rosa núansar í þessu en mér finnst alveg miklu meira að vera með intelligence á bakvið hvaða gæjar að koma til landsins ég ekkert á móti svoleiðislegu það bara verndar okkur betur en mér finnst þetta öll þessi umræða hún blandast svo svakalega saman og svo ertu með Snorra Másson gasprandi einhverja vitleysu með enga tölfræði á bakvið sem allir vera brjálæðir og tala illa útlendinga nei, leyfðu mig þó frekar að fara á þennan marakóska stað og njóta mín að lifa bara í þessu gullfallega fjölmenningarsamfélagi þess að ég get átt samtal við einhvern mann frá Afganistan í 10-11 og svo fyrir nýr á einhvern indverska stað og hittir þar einhvern indverð. Þetta er æði. Bara fögnum þessu. Förum vel með þetta. En ef þú horfir næstu ár fram í tíman á Íslandi og bara almennt glóbalt út frá, ef að segja inngildingunni er bjart framundan eða eru blikur á lofti sem að þú heldur að muni taka meira pláss? Þetta er góð spurning vegna þess að þetta snýr svolítið aftur að efnahagslega þættinum vegna þess að ég held að við verðum að ná svolítið böndum utan ferðaþjónustuna hjá okkur þú veist, ég meina við getum ekki endalaust verið að bæta við, þú veist, þetta eru 2 milljónir ári og þetta er náttúrulega mesta þenslan, þetta er ástæðan fyrir að fólk er að koma til Íslands þetta er ástæðan fyrir að það er svona hrikaleg aukning af fólki eftir hrun það er að koma að vinna, það vantar í störfin sömu stjórnmálamenn reyndar sem að eiga dálítið mikið í ferðaþjónustunni eru síðan búin að vera að nota orðræðuna gegn útlendingum sem er náttúrulega írónía dauðans ég er ekkert endilega negatív ég er þó drullu fegin að við erum allavega með þessa flokka við stjórn vegna þess að hvað er alternativið? Getur ímyndaður að vera með sjálfstæðisflokk, miðflokk og flokk fólksins. Þú veist, stemmarinn. Ég meina, þú veist, talandum að íta undir skautun og þannig að þetta gæti verið verra en mér finnst öryggisstefnan okkar ofherlag, ég hef sagt þetta mörgum sinnum alltaf mikill fókus og þú sér bara ég veit ekki hvort að þú ert í kommentakerfinu eins og ég er mjög gaman að lesa hvað fólk er að kommentara til dæmis undir utanríkisráðuneytið kemur með einhver svona rosa flotta mynd að Þorgerði og rosa mynd fundur í NATO og svo fyrir kommentakerfi og það er svo negatíft það er bara hvað á að gera við fólkið heima þetta er attitútið bara hvað eru það alltaf að gera í útlöndum Þannig að stjórnvöld verið svolítið sensitífari fyrir þessum stemmara. Þið þurfið ekkert endilega að, þú veist, þetta er svona eins og strá salt í sárin, sko. En finnst þið þá að við ættum bara ekkert að vera í þessu alþjóðasamstarfi eða hvað? Jú, en hvernig þú setur hlutina fram, skilurðu. Og ef, þú veist, ef þú getur til dæmis ítt aðeins meira í umræðinni þú veist, við erum að reyna að jafna leikinn. Nú til dæmis er nýjustu varandi öryrkja og þú veist, það er verið að reyna betur að bæta og Inga Sæland með nýja frumvarpi varandi löggildingu varandi fatlað fólk. Þú veist, þetta er rosalega gott en þetta, þú veist, þetta bara verið aðeins meira sensitíf í hvernig framsetningunni og ferðið inn á vef utanríkisráðuneytisins. Þetta er bara svo varnarmálaráðuneyti, þú veist. Og þegar manst eftir fundinum Evrópuráðsins á Íslandi öll fyrirferðin af Evrópuráðið frá Strasbourg og allir að mæta og þú veist, þetta snerist bara orðið rosalega mikið vopn, þú veist, löggan að kaupa meiri vopn og þetta snerist við erum alltaf að vera svo eitthvað rosalega maskulinn og eitthvað svona sýndamennska, við séum nú ekki minni og þú veist, ég ættum bara að vera miklu meira kósí, sko við ættum bara að gera út á hvað við erum lítil og sæt og bara vera með aðeins meiri friðarbóðstæð. Við þurfum ekki að vera að eltast við þessa samkeppni sína að við erum worthy partner. Bara ég veit ekki, finnst þér gaman að þú veist, eins og þetta með vopnvæðingu lögreglunnar og ég alveg bara, hvað er það að fara að nota allir þessi vopn?
Akkur setja ekki peningana í greiningastarfsemi? Akkur setja ekki peningana í umhverf, þú veist, í lögreglu sem hérna community oriented, fleiri lögreglumenn inn í hverfunum að vinna með unglingunum? Akkur, þú veist, þetta mist áherslunar ekki nægilega góðar. Mér finnst vera að setja peningana á rangastæði þegar kemur öryggisstefnun okkar, 100%. Vantar líka greiningu, vantar algjörlega samhæfingu milli allar þessar stofna þegar þú ert að gera greininguna út frá hvaða þættir eru virkilega að skapa okkur og hvað ætlum við þá að gera við því. Ég vil sjá bara áætlun, ég vil bara sjá 10 ára áætlun hvernig við ætlum að sjá hvernig, þú kallar það inngildingu eða hvað, ég vil bara sjá 10 ára áætlun hvernig við ætlum að vinna því að samfélag okkar verður heilbrigðara og komið veg fyrir jaðarsetningu og efnahagslega jaðarsetningu sérstaklega. Bara langtíma plan